Kalli, stórt tap hérna í leik 4 í dag þar sem þið hefði getað klárað þetta. Hvernig eru svona tilfinningarnar stutt eftir þetta? Það eru náttúrulega blendnar, aðalega slæmar. Þetta var bara ekki okkar dagur í dag. Írið var að spila gríðarlega vel og hittu rosalega og við náðum bara ekki að halda í við þær í dag. Þetta er búið að vera töff einvígi. Við áttum mjög góðan dag í fyrsta leik, síðan koma 2 mjög jafnir leikir og núna var þetta þeirra leikur algjörlega og ég óskaði til hamingju með sigurinn en það er bara sunnudaginn, þá ræðst þetta hvort við vinnum. Þetta endar í tæplega 30. Var orðið svolítið stórt í lokin. Hvernig er þetta að koma tilbaka til svona tap? Það er auðvelt bara mæta á sunnudaginn og það er okkar heimavöllur, við elskum að spila í Kennó og vonandi bara verður sama stemningar og í senasta leik. Hvet alla til að mæta og koma og stríða við okkur á páskadag. Ykkar framistæði í dag þeir eru raun og veru fáið voða lítið annað en frá erlendur leikmanni. Það þarf kannski fleiri að leggja í púkinn. Já, algjörlega. Við verðum að fá alla með eins og í senasta leika. Þá voru allir að leggja stig á töfluna, setja stig á töfluna, ætla að segja. Ja. Og við þurfum þess, við vinnum þetta ekki á einu leikmanni. Það er algjörlega ljóst. Kristinn Alda er ekki með þetta, Telma snýr eða fær högg í fyrri hálfleik á Ekla. Hvernig lítur þetta út með þær tvær fyrir lokaleikinn? Kristín er veik, vonandi jafnar hún sig og kemur á sunnudaginn en ég get svo sem ekkert lofað því. Telma er bara illa snúin og það er það sama þar. Vonandi getur hún spilað en við þurfum eiginlega bara að sjá hvað gerist núna á morgun og hinn. Geðveik stemning í húsinu. Hvað viltu segja við svona stuðningsmenn Ármenninga fyrir leikinn á páskadag? Þeir eru bara æðisleg og líka hérna í Íreyjarnir. Hérna er bara tróðfullur Seljaskóli og rosaleg stemning og mikið kallað og mikið hvatt og þetta er bara æðislegt og þakka bara öllum fyrir að koma og vonandi bara gerist það líka á sunnudaginn hjá okkur, Kennó.